Hingað komið Finnbogi Vikar Guðmundsson. Finnbogi, þú situr í hinni miklu nefnd sem á að endurskoða fiskveiðistjórnunina á Íslandi og þetta náttúrulega nefnd þar sem að menn eru ekki sammála neitt virðist vera og ég maður bara spyr, hvernig gengur starfið í þessari nefnd? Sko, starfið í nefndinni gengur allt í lagi. Það eru nærri 20 manns sem, 20 manns nærri sem sitja í þessari nefnd. Og þú ert fulltrúi hreyfingarinnar? Já. Ég vil byrja að nefna það, sko, ég er fulltrúi hreyfingarinnar, en ég hef ekki starfað með hreyfingunni í stjórnmálum eða neitt slíkt. Það var hringt í mig og ég byrði að taka þarna sæti þeirra og ég vil bara nota tækifæri og þakka traustið. Ég er hérna sem almennu borgari og ekki hagsmunaaðili og ekki pólitíkus. Nei. En sko, það er náttúrulega geysirlegt áróðustríð sem er í gangi þetta og spyr hvernig þetta fer. En þú kemur hingað til að kynna tillögur sem eru einhvers konar málamiðlun. Já. Og þess vegna bauðið þér í þáttinn að þetta eru málamiðlunartillögur sem gætu hugsanlega nýst við að leysa þennan hnút sem þetta er í. Og ég ætlaði bara að bjóða þér að kynna þær svona í stuttu máli. Já, þakka fyrir það. Þessar tillögur setti ég fram á síðasta fundi nefndarinnar og ég get alveg sagt í það að í mínum viltustu draumum fiskveiðistjórnarkerfi og sem sjómaður þá er þetta eitthvað sem ég vildi alveg ganga miklu lengra en ég er að reyna að horfa á alla hliðar málsins. Ég er búinn að fara víða, búinn að tala við marga aðila sjómenn og félaga mína í þeirri stétt, útgerðir og svona og farið á fundi hjá útgerðarmönnum og fylgst með. En það sem sko hnífurinn stendur í kúnni er það og lýsir sér nokkuð vel að það er elljú vill það að aflaheimildirnar séu varanlegar. Varanlega að þeir fái þær alveg aldur og ævi. Og þá er það rauninni bara sem eign útgerðarmanna. Já. Og það er svo að tala varanlega nýtingarétt og eitthvað svona. Já, sumir tala bara, þeir hörðustu segja að þetta sé varanleg eign, beineignaréttindi. Aðrir segja kannski varanleg nýtingaréttur sem er óbeineignaréttindi. En það er eitthvað sem þjóðin tel ég að mun aldrei sætta sig við, að mönnum sé afhent auðlindin varanlega. Það er sennilega ekki hægt að koma því í gegn. Nei. Þó að það sé reyndar hið óbeina fyrirkomulagi. Já, eins og staðan er í dag. Það er þá bara status quo frá því sem nú er. Það sem ég er að leggja til í þessum tillögum er það að við einfaldlega bara núllstillum kvótakerfið og stokkum það upp. Og það verði einfaldlega allur vafinn tekinn af því hver sé eigandi aflaheimildanna og það er þjóðin og hver sé leigjandi aflaheimildanna og það er útgerðin í landinu. Og það sem mér langar til þess að sjá er að við tökum og skoðum síðustu 3 fiskveiðiár og bjóðum þeim sem hafa verið að veiða kvótann, hvort sem er leiguliðar eða útgerð að veiða sín eigin kvóta, að þeim verður boðin að gera nýtingarréttarsamningur. Sumir segja 5 ár, ég legg til 15 ára, en það mætti vera á bilinu 10 til 15 ár. Það sé veiðireynsla síðustu 15 ára. Nei, síðustu 3 ára. Veiðireynsla síðustu 3 ára sem verði notað sem grunnurinn af því að menn fái nýtingarétt og jafnvel til 15 ára. Já, jafnvel til 15 ára. Margir vildu sjá þetta í styttra, aðrir lengra. Sumir, sko, við skulum hafa eitt á hreinu að sumir eru að horfa í orkugeirann og ég teka fram að ég til dæmis vil alls ekki gera eins og var gert á Snæfellsnesi í vatnsréttindum þar. Þar var fyrirtæki afhent nýtingaréttur á vatni til 90 ára með minnir. En þarna er ég að reyna að hafa þannig að vera skapaður traustur rekstrargrundvöllur og nota bene. En þetta er náttúrulega ekki fyrningarleið. Nei, þetta er ekki fyrningarleið. Þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Þarna er einfaldlega bara að vera að segja. Að halda þeir sem hafa verið að veiða sínu aflahlutir. Og þeir sem hafa verið að leigja til sín kvóta á dýru verði, þeim verður gert kleift að losna undan okrinu. Að leigja kvótan kannski það sem leiguverðið næstu jafn hátt og það sem fá fyrir á fiskmörkum. Og svo eru fleira í þessum tillögum, til dæmis eins og að endurvekja kvótaþing. Ég tel að vera mikil mistök á sínum tíma þegar það var aflagt vegna þess að þegar menn eru með kvótaþing að þá skapar það réttlátari grundvöll til þess að menn geti skipst á aflaheimildum eða leigja af þeim sem eru ekki notaðir. Og ég segi leigja, ég vil taka skýrt fram
að þegar ég að viðra þessar hugmyndir að það verði gerður þessi nýtingaréttarsamningur og þá borgi menn einfallega fyrir það nýtingarétt sem getur verið, segjum sem svo 10% af aflaverðmætinu. Það þá einhvers konar auðlindagjald. Já, auðlindagjald. Sem nú reyndar á núna þó að það sé ekki mjög... Já, ég held að þeir hafi borgað, held ég á síðasta fiskveiðiári, eða síðasta ári kringum, innan við 200 milljónir og veltan í sjávarútvegi 170 milljarðar. Já, það er ekki meira, nei. En hann að 10% töluvert stökk, sko, en það kom ekki úr vasa sjómanna. Það vil ég taka líka skýrt fram, að það sé útgerðin sem greiði þetta. Já. En hvað með hérna umdeilt atriði sem sko veðsetning kvótans? Þetta útilokar þetta veðsetninguna eða? Já, sko, það þannig að í þessum tillögum bann við veðsetningu. Hvernig getur þú veðsett eitthvað sem þú átt ekki? Að því að ef nýtingarsamningurinn er tímabundinn, að þá verða einfallega þeir sem eru lánadrottnar, að þá verða þeir einfallega að taka bara veð í fyrirtækjunum sjálfum, ekki í aflaheimildunum. Og það fleira sem ég með í þessum tillögum og það til dæmis að veiðiskyldan verði 75%, hún 50% núna og hefur réttar áhrif annað hvert ár. Þú þarft að veiða þá 75% af því sem að þeir eru úthlutað. Já, eða það sem gerir samningu að nýta. Og 25% verði sem sagt framsennilegt innan fiskveiðiársins og margir hljóðreka í róastansi segi að ég sé fylgjandi framsali, en þá vil ég hafa það þannig að þegar að menn ætla að leigja frá sér kvóta eða skipta, að þá setja það einfaldlega inn á kvótaþingið og taki þaðan annað út ef það er laust, og þeir geta alls ekki sett inn á kvótaþingið og leigt á dýrara en þeir eru að borga fyrir sem auðlindagjald. Ergo, það verði ekki hægt að fénýta aflaheimildir með því að leigja til þriðja aðila innan fiskveiðiársins, sem er mikil breyting frá því núna. Annað sem í þessu, þú vilt veita sveitarstjórnum heimild til þess að ráðskast með eða stöðva jafnvel flutning aflaheimilda milli byggða. Já. Það sem ég vil að ef það liggur fyrir, eða fyrirséð, að sé verið að selja fyrirtæki eða skip innan byggðarlags, þá vil ég að sveitarstjórnum verði veittur auknar heimildir í lögum til þess að koma í veg fyrir það. Segjum sem svo að sé fyrirséð að 50% af heimildunum sé að hverfa úr byggðarlaginu. Að þau geti þá með einhverjum hætti skotist inn í það. Og varið sig. Og ég skil þetta svolítið eftir opið vegna þess að það er heimild í lögunum núna til þess að gera þetta, að þau geta nýtt forkaupsrétt á skipum með kvóta, en svo heimild hefur bara ekki virkað og við sáum það til dæmis þegar að Flateyringar mistu kvóta þar og mörg önnur dæmi víða land. En sko, menn hafa náttúrulega mikið talað það sem þetta við fyrningarleiðina, að hún svipti grundvellinum undan útgerðinni og hennum fjárhagslega grundvelli og það farið beinlínis á hausinn og ég ekki sem að því hafi verið svarað almennilega. Nú kemur á móti að útgerðin hræðilega skuldsett og allt það. Þessar tillögur myndu þær ekki gera það líka? Alls ekki, vegna þess að þarna einfaldlega verið að bjóða fyrirtækjum að gera nýtingarréttarsamninga á grundvelli aflareynslu síðustu 30 ára. Það þýðir það að þeir geti ekki lengur eggfært kvótan inn í bókum félagana, að þá er sjóðstreymið það sama nánast fyrir utan hóflegt auðlindagjald. Þannig að það þýðir einfaldlega það að fyrirtækin er ekki svipt möguleikum til tekna. Nei, og svo náttúrulega ef þeir fara vel með auðlindina eða það sem þeim er treyst fyrir, þá eiga þeir náttúrulega geta automatist framlengt nýtinguna. Þetta verður endurnýjanlegur nýtingarréttarsamningur og nýtinguna verða einfaldlega að gilda mjög stranga reglur og til dæmis inn í þessu hjá mér að það fari allur fiskur á markað.
það eitt af því sem sko hluti af því að endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið, að við verðum að horfa á það í sem víðustu samhengi. Við erum með veðsetninguna, við erum með úthlutun á aflaheimildum og veiðarnar og svo erum við með söluna. Og mér finnst sem gömlum sem sjómanni, ég starfa nú tek svona aflýsingatúra af og til meðfram laganáminu, að ég held að sé algjörst lykilatriði til þess að skapa sátt sjávarútveg á Íslandi, allur fiskur fari á innlenda fiskmarkað og sjómenn fái greitt rétt verð. Þegar að það kom hérna upp að þetta afnema sjómannaafsláttinn, að þá kom mér á óvart að fulltrúar sjómannasamtakanna í þessu landi skyldu þá ekki nýta tækifærið og segja allt í lagi, sjómannaafslátturinn eins og við vitum öll ríkisstyrkur, niðurgreiðsla á launakostnaði, bæti okkur upp með því að við eigum að fá rétt markaðsverð fyrir vinnuna okkar. En hvers vegna svo mikilvægt að fá fiskinn á markað? Það kemur líka að því að skapa heilbrigt og gott samkeppnisumhverfi í fiskvinnslu. Sjáðu til sjómenn sem landa beint í vinnslu og fá greitt verð samkvæmt verðlagsstofu skiptaverðs. Þeir eru í rauninni sem kannski 25 og stundum 30 meira prósentur lægra en fiskmarkaðsverð. Þeir eru í rauninni sko að borga undir herkostnað fyrirtækjanna sem keppa svo við fiskvinnslum sem kaupa allt sitt á markaði. Og þetta skekkir samkeppnina. Og þú vilt skilja á milli útgerðanna og fiskvinnslum. Já, fjárhagslegur aðskilnaður, algjörlega. Og þegar það gerist, þá hef ég trú að því að við getum farið að vinnslur geti haft aukið aðgengi, að þá munum við skapa meiri gjaldeyri, við vinnum fiski meira, við munum fá hærri skatttekjur af launum sjómanna til dæmis og það verði þannig að við náum að auka atvinnu í landinu og það það sem okkur vantar. En hvað á að gera við skuldir útgerðarinnar? Skuldir útgerðarinnar? Sko, við skulum bara sjá hvað kemur út úr þessu með bankana, hversu miklar þær verða þegar búið að fara í gegnum ákveðið hreinsunarstarf þar. Skuldir útgerðarinnar, þær verða bara vera eins og hjá almenningi. Það þýðir ekkert að vera að taka af þeim. Sko, þeir hafa bolmagn, þeir munu hafa tækifæri til þess að borga sína skuldir með þessu tillögum. Sjóðstreymi breytist ekki neitt. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Finnbogi Vikar.